Hægri grænir Flokkur fólksins hefur á stefnuskrá sinni að taka upp nýtt atvinnuleysisbótakerfi þar sem allir vinna, bæði samfélagið í heild og atvinnulaust fólk. Núverandi atvinnuleysisbótakerfi verður breytt og í staðinn koma ný úrræði fyrir atvinnulausa einstaklinga. Þeir sem verða atvinnulausir verður boðið upp á þrenns konar úrræði. Fyrsta lagi námsstuðningur, í öðru lagi launameðgjöf og í þriðja lagi samfélagsþjónustu. Í þessu nýja kerfi fá allir þeir sem verða atvinnulausir strax tækifæri á að komast í vinnu eða nám. Þannig kemst fólk hjá því að sitja aðgerðalaust svo mánuðum eða árum saman. Þetta úrræði mun bæði spara kostnað fyrir samfélagið í formi minni kostnaðar í eftirliti með atvinnulausum, minni heilbrigðisvandamálum því fólk heldur reisn sinni og gerir samfélaginu gagn með því að taka þátt í athöfnum sem skapa ávinning fyrir samfélagið í heild og eflir sjálfsvitund þeirra. Þetta mun þýða minni álag á ýmsum stofnunum sem sinna ýmiss konar samfélagsþjónustu. Þessi nýju úrræði eru námsstuðningur sem nemur skattleysismörkum sem verða krónu 200.000 á mánuði, 2/3 í formi námsstyrks og auk þess 1/3 í formi námsláns til 20 ára og 1–2% vöxtum. Launameðgjöf. Atvinnulausum einstaklingum fá tækifæri að vinna sértæk verkefni í fyrirtækjum á fullum launum, en fyrirtæki fær launameðgjöf sem nemur atvinnuleysisbótum í dag. Í þriðja lagi samfélagsþjónusta, þar sem atvinnulausir einstaklingar fá tækifæri að vinna við samfélagsþjónustu á lágmarkslaunum sem til dæmis aðstoða fólk í skólum, við heimaþjónustu eða önnur ýmis störf hjá ríki og sveitarfélögum. Þetta mun létta álagið á ýmsum opinberum stofnunum, strangar reglur verða settar fjölda starfsmanna á styrkjum bæði varðandi launameðgjöf og samfélagsþjónustu. Fjöldi styrkþega fari aldrei yfir 20% af fjölda starfsmanna, þannig að ef fyrirtæki fækkar starfsmönnum þá verður þau að fækka styrkþegum. Þannig er hægt að komast hjá misnotkun kerfisins og fyrirtæki geta ekki fækkað fólki á kostnað þess að fjölga styrkþegum í vinnu. Með þessum úrræðum gefst öllum tækifæri að koma strax aftur í starf eða endurmenntun. Engum er borgað lengur bætur fyrir að sitja heima. Fólk hefur ekki lengur möguleika á að hanga á atvinnuleysisbótum vegna þess að það sé hagstæðara. Allir skila sínu tilbaka til samfélagsins í betri menntun eða með starfi. Þessi úrræði spara eftirlit og umfang Vinnumálastofnunar og þetta sparar einnig kostnað fyrir samfélagið, bæði í formi eftirlits og minni heilbrigðisvandamála.